Elsku Ísey mín, svo yngsta af mínum dætrum. Ég labbaði með þér inn kirkjugólfið og þá ruddust heil ósköp af endurminningum í gegnum höfuð á mér. Fjölskyldan orðin 4 og mér finnst þetta afskaplega falleg og góð fjölskylda. Og til hamingju. Þú ert mín heima Vilt þú með Guðshjálp reynast henni trúr, elska hana og virða í hverjum þeim kjörum sem Guð lætur ykkur á höndum ber. Að ganga að eiga Trausta Sigurðsson sem hjá þér stendur. Vilt þú með Guðshjálp reynast honum trú, elska hann og virða í hverjum þeim kjörum sem Guð lætur ykkur á höndum ber. Traust vel ættaður, þið verður að taka til því. Hann ættaður frá Borgarfirði eystra, undan fjöllunum, eftir í ættir, og svo hann af Snælandsættinni. Þú ein ert mín ást, heit mín, elskan trúðu mér. Að þá lýsi ég því hér með yfir að þið eruð rétt hjón frammi fyrir Guði og frammi fyrir mönnum. Það sem Guð hefur tengt saman má maður eigi sundur skilja. Hún skrifaði þá í bréfum líka að ég væri fyrirmyndi hennar og hann líti mikið upp til mín og ég vona bara að ég hafi standið mig og þú hafi mig sem fyrirmynd ennþá. Við nefnilega rákustum það hérna að góður fyrirboði var það að gott væri veðrið á brúðkaupsdaginn og þótti efnilegt að dálítið rigndi. Það þýddi frjóvgun og auðsæld, þannig að við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur, þetta lítur mjög vel út. Farðu hinum megin. Haldið nú vel hvert annað og börnin ykkar og til hamingju með daginn. Megið lengi lifa Tóki og Ísey og hjónabönd ykkar megið verða farsælt og megið eignast mörg börn út af þessari rigningu. Og óska ykkur til hamingju með daginn og eigið bjarta framtíð. Herri, ég ætla bara að þakka öllum gestunum fyrir æðislega dag. Þetta er bara æðislegt frá byrjun til enda. Þið eru frábær frá A til Ö og Biggi, já sérstaklega Biggi. Þannig að það eru svolítið magn af svona mínu fyrrverandi sambýlisfólki hér í salnum. Og ég vil kannski biðja þá sem hafa búið með mig um að standa upp, bara svo þið sjáið það. Ég vil bara þakka öllum fyrir æðislegt kvöld og ég vona að þið skemmtu ykkur bara konunglega það sem eftir er. Takk fyrir. Hann er líklega eitt svo fyndnasti maður sem ég hef kynnst og það eiginlega fylgir því skástrik þrjóskastur líka. Svo einhverju skipti þá ég man ekki hvort hann var að koma frá Íslandi eða úr vinnunni eða eitthvað, þá neyddist hann til að fara í lest. Og það vildi svo ekki betur til en að það drafst belja á teinunum eða eitthvað. Þannig að hann var fastur inn í lest í klukkutíma eða eitthvað, þangað til einhver þurfti að fara að sækja hann. Þið sáu hann með hattinn í athöfnin áðan. Þá hélt ég að hann væri kominn í stöð. Þetta er svona danshattur. Fengi kannski að sjá smá spor, en ég veit það ekki. Aðilar hafa samþykkt að skrifa undir samning við brúðhjónin og þeir verða að uppfylla samningin fyrir pappirsbrúðkaupsdaginn þeirra sem er eins á brúðkaupsafmælið þeirra. Vitlaus maður, ég var ekki með þessu. Getur við allir hinnaðist lengst á fjöllum fyrir að vera hér. Hvert er að þvær bílinn?
Já, sikkur bílum það rétt. En ég meina, við hefum ekki hafa báða niðri, það er þvægindi bíl. Ekki nöðu fá skófina stóris. Hérna, það var eitt sem ég dætti með myndaðarnar, eitt enn. Þið vitið að það þarf að trekja það líka. Og ég ætlum að þakka ykkur kærlega fyrir alveg bara frábæran dag. Þetta var bara falleg athöfn og börnin ykkur stóðu þessu hetjur og bara takk kærlega fyrir mig. Brúðartertan er Ala Hrafnhildur, móðir brúðarinnar. Þetta er svona frönsk súkkulaðikaka með jarðarberjum og rjóma. Rosalega gott. En ég er ekki að gera neitt. Þú veist að ég ger aldrei neitt núna. Þetta Mikið ertu og líkur honum afa því. Nefið skakt og hökutoppurinn svona mikið. Skál. Hljómsveitin sem að koma eru 2 Þórsarar og eðli málum samkvæmt gríðilega fallegt fólk.